Þetta er verkefni 14 í Word í C-hlutanum. Við ætlum að setja texta í svona blaða eða textadálka og þá þurfum við að afmarka textann sem á að fara í dálka. Þannig að við byrjum á að setja textann fyrir neðan fyrirsögnina ostar í blokk hérna, svona, og síðan förum við í layout flippan og column og veljum hérna more columns. Hér ætlum við að haka við right, því að sjáum við hérna hægri dálkurinn er mjórri. Það eru 2 dálkar og ég ætla að hafa 0,8 cm á milli og ég ætla að hafa línu á milli dálkanna og hér stendur selected text, þannig að það er valið svæði sem að, eða valinn texti sem á að fara í dálka. Ef þið veljið ekki svæði eða texta, þá fer það á allt skjalið. Þannig að við segjum hérna OK og þá kemur þetta svona. Næsti texti hann á bara að vera óbreyttur. Síðan setjum við þennan texta hér í blokk, svona, og förum aftur í columns og more columns og þá veljum við left hérna núna, þannig að nú er vinstri dálkurinn mjórri og við ætlum að hafa bil á milli 1 cm og það er áfram valinn texti og við ætlum að hafa línu á milli líka. Það komum hérna við line between. Þá kemur þetta svona. Og svo haldið þið bara áfram, það eru fleiri textar sem eiga að fara í dálka, þannig að þið sjáið í bókinni hvaða svæði og hvernig það eru myndir af því, hvernig þið veljið dálkana og síðan setjið þið haus á skjalið. Það er engin fótur, en ég ætla að vista.